Já, komið sæl, dálítið þungbúið bæði sunnan og vestanlands í dag og við búum að verði nú þannig fram á morgundaginn. En ágætis hitatölur fyrir austan og austfjörðinu þá var hámarksiti að mælast rúm 22 stig og gerði það bæði á Neskaupstað og Seyðisfirði. En það að bæta ef eitthvað í úrkomuna hér sunnan og vestan til nú í kvöld og getur hellir hringt á köflum fram á morgun. En við sjáum hér að hátíð í dag þá erum við með lagð hér rétt suður af landi og skil sem eru hér að valda þessar úrkomu sunnan og vestan til á landinu. Lagða miðan sál mun leita hér þegar líður á morgundaginn aftur til suðausturs og austurs og það þýðir að það mun náttúrulega eðlilega draga og bæði úr úrkomunni hjá okkur og einnig getur létt til bæði sunnan og vestan til á landinu. Ágætlega hlýr loftmassi yfir landinu og gaf okkur 22 stig í dag og getur nú verið eitthvað svona sambærilegar hámarkshitatölur á morgun þá á norðausturhorni landsins. En engar stóra breytingar á loftmassanum en ef við lítum hér aðeins nær og þá sjáum við að það mikil litadýrð í þessu enda mikil úrkoma á köflum þó sérstaklega hér suðaustan til á landinu getur samt fengið dágóða úrkomu allan á köflum bæði hér á Suðurlandi og sem og Vesturlandi líka en það eru 3 viðvaranir nú þegar í gildi og verða það fram á morgun getum við sagt og við sjáum hér við kennur hreyfimyndina það að rigna nokkuð víða í kvöld og í nótt síðan slotar þessu fyrir norðan svona þegar líður á nóttina og einnig vestanlands og viðvaranir detta voru gildi 5-6 leytið í nótt og klukkan 8 í fyrramáli verður staðan á þessa leið það við sjáum að það ennþá að rigna sérstaklega þó til fjalla hér sunnan til og einnig á köflum hér vestanlands gæti verið byrjað að rofa til á Norðurlandi og hitatölur svona víða þetta 10-15 stig svo snemma morguns en síðan sjáum við að þessi skil sem voru að fara yfir þau svona smá sem að renna sér út af landinu það virðist alltaf að rofa til og jafnvel létta til bæði vestan og norðalands en eitthvað viðbúið að muni rigna áfram á suðaustanlands og austfjörðum og þá sérstaklega svona þétting í fjallendinu og klukkan 18 á morgun verður staðan þá þessa leið ágætis hitatölur getum verið að fá þetta 17, 18, 19 stig fyrir norðan en öðruleyti þetta mikið til á bilinu 10-15 stig. Síðan þróunin fram til þriðjudags sú að við fáum svona skilin þau koma tilbaka en gefa sér einhver úrkomu hér vestanlands áður en þau leysast upp á þriðjudag en það verður allan að megnunum til skýja bæði vestan og norðanlands á þriðjudaginn bestu sólarlíkun og þá hér á Suðausturlandi og rigning á köflum og klukkan 15 á þriðjudaginn verður hún sennilega á þessa leið hiti svona í kringum 10 stigin hér bæði norðan og vestan til á landinu en ættum að fá svona 16-18 stig hita hér á Suðausturlandi og á miðvikudaginn ætla síðan ný skil að koma hér upp á landi og klukkan 15 verður bara hér rétt vestur undan og ætla síðan að koma inn seinnipartinn á miðvikudag og liggja hér yfir sunnanverðu landinu framan af á 50 ef þessi spá gengur eftir og getur ringt nokkuð duglega úr þessu skilum en ætlar að vera þurrt landið norðanvert og svona sæmilega milt. Og lítum þá á stöðun út í heimu, byrjum hér í Evrópu, ágætis viður svona víðast hvar í Skandinavíu og það á einnig við stóra hluta álfunnar, háþrýstisvæði sem að gera sér gildandi þar, sólríkt í víða og hiti svona á bilinu 25-30 stig en við sjáum að þeir eru komið hér enn sunnar svo Ítalíu og jafnvel á Spáni að þar hiti eða yfir 40 stig sem náttúrulega virkilega ónótilegt fyrir mannslíkamann en á Kanaríeyjum þá virðist að það geta ringt eitthvað allan að seinnipartinn á morgun á Tenerife-eyjunni annars hiti 25 stig og sóladagur mestu leyti og endur síðan hér í Norður-Ameríku sem fyrr og líkt að búa að vera undanfarna daga óstöðuleiki í Austurríkjunum og þrumi við austurhlutanum og þrumi við nokkuð víða en öðruleyti ágætis morgundagur en þó víða sé nú nokkuð heitt en látum við slókja veðri í dag, verið sæl.